Já, góðan daginn. Nú er að hefjast 7. fundur íbúða á Grafarvogs og honum strengt í gegnum YouTube-síðu Reykjavíkurborgar. Þá ætla ég að bjóða alla velkomna sem að horfa á þar. Það eru 3 mál á dagskrá og verður þetta þannig að fyrstu 2 verða svona nokkurn veginn tekin saman og síðan förum við í spurningar eftir það þegar kynning á innleiðingarvinnu vegna breytingar á skóla- og frístundastarfi í norðanverðu Grafarvogi og samgöngubætur í tengslum við það búið. Þá förum við í spurningar varðandi þá kynningu og opnum þá pósthólf íbúðaráð þar sem íbúar eða þeir sem eru að horfa á fundinn geta sent inn spurningar. Síðan 3. mál á dagskrá framtíðsorku og Sævarhöfða. En þá ætla ég bara að byrja á fyrsta mál á dagskrá sem þá innleiðingarvinna vegna breytingar á skóla- og frístundastarfi í norðanverðu Grafarvogi og við erum að fá kynningu frá Sofíu og Sofíu. Það spurning hvort við ég ætlaði að byrja, Sofía Páls og síðan mun Sofía Vaxdóttir taka við. Og við erum með svona glæfikynningu sem ég held að vera gott að finna bara að fara í gegnum hana og síðan myndum við bara taka spurningar. Já, taka fúslega spurningum í framhald af því miður gat hún Guðbjörg Lilja ekki verið með okkur frá umhverfis- og skipulagssviði en við fengum frá henni upplýsingar aðeins samgöngumálin. Þannig að ef þú sér á skjælinu. Non svarar ekki, non tiene nada, está con estos devices. Deili skjánum. Að hérna er okkur að Já, það er svona. Eitthvað að gerast? Já, það var komið og þá bara skilur já. Svona. Við fengum spurningar frá ykkur líka varðandi sem við setjum bara upp á fyrstu glærunni og ætlum að reyna að svara því svona ásamt öðru sem við höfum verið að gera, þar sem þetta voru spurningarnar. Varðandi framkvæmdir, stöður á þeim, stöðu á verkefninu og varðandi vinnu innleiðingarteyma og varðandi innleiðingu og skilgreiningu á verkefninu í nýsköpunarskóla, við munum fjalla aðeins það líka eftir, skólaakstur og hvað verður kennaraskóla á Korpum. Þetta er svona spurningar sem við fengum í farteski til þess að fylla úr hlaði og ef þú fyrir næstu glæru að þá það þannig að við erum búin að búa til vefsíðu sem við sendum til allra í bæði starfsmanna og foreldra fyrir páska þar sem við erum að reyna að vera með virka upplýsingastreymi bæði frá þessum 3 innleiðingarhópum sem við erum búin að funda núna 2 sinnum hver hópur og fundagerðir og fleira á þessari upplýsingarsíðu. Það sem að þessi innleiðingarhópar hafa verið að ræða og skipa í stýrihóp líka sem að heldur svona utan stærri samþættingamál. Við unnum fréttabréf sem líka má finna þarna á þessari heimasíðu. Þar sem að við sendum til foreldra og starfsmanna varðandi svona upplýsingar af stöðu mála og stefnum að því að senda síðan annað núna í þessari viku. Það er búið að ganga frá ráðningarmálum, það er búið að vera taka góðan tíma en það vildum við vanda til verksins og vinna það vel og vandlega með stjórnendum þessara 3 skóla og frístundastarfinu einnig. Þannig að það er búið að ganga frá því að mestu leyti og það hefur verið í höndum mannauðsskrifstofu og stjórnenda bæði þessara 3 skóla og síðan Guðunisbæjar. Þarna náttúrulega erum við að fjalla breytingu á við erum að búa til 3 nýja skóla og 2 frístundaheimili og 1 félagsmiðstöð. Auglýsingar þessa náttúrulega góðir í birtingu þessar myndir. Við erum svo sem eins og bara þegar þarf að flytja til starfsemi, við erum að huga búnaði og ýmsum breytingum á húsnæði og við gerum ráð fyrir því að þegar skólahaldi lýkur, núna bara 10. júní, þá förum við að undirbúa formlegan flutning á búnaði og slíku því að þetta er náttúrulega unglingaskóli og síðan 2 yngri Þannig að við þurfum að skoða hvernig húsbúnaður og fleira raðast inn í þessar byggingar og eiginlega flutningur myndi þá verða í cirka bát 15. og 16. júní. Nemendaskráningin, við þurfum að passa vel upp á það að
að þessi skráning verði mjög skýr þegar að skóla lýkur og svo framkvæmd í höndum á upplýsingatækni borgarinnar. Samkvæmt reglum borgarinnar þá hafa foreldrar val skóla fyrir börn sín en nemendur eiga alltaf skilyrðis þess að forgangi sín heimaskóla. Og ég sýni ykkur á eftir hvernig þessar götur skiptast með skólahverfi þessara skóla. Ef foreldrar óska eftir skólavist fyrir börn sem eru skóla en heimaskóla þá sækir þeir það því að viðkomandi skóla í gegnum Rafræn Reykjavík. Og við sendum út bréf í dag í gegnum mentor til að hnykkja svolítið á þessum nýju skólahverfum. Og innritun barna í fyrsta bekk, 16 barna fór fram í mars síðastliðnum, auk þess sem innritun í frístundaheimili fór þá líka fram þá. Þetta eru svona göturnar sem eru skilgreindar sem skólahverfi Borgarskóla fyrir 1. til 7. bekk og tökum svo bara næstu glæru. Það er Engjaskólinn 1. til 7. bekkur, það eru þá þessar götur sem ræðir og síðan að lokum Víkurskóli sem er þá svona safnunglingaskóli fyrir þessar ofangreindu götur sem þarna koma fram. Næsta er húsnæðismálin. Þau eru í vinnslu hjá okkur í góðri samvinnu við stjórnendur og umhverfis og skipulagssvið er að vinna þar með stjórnendum hvað þarf að gera einhverjar lífshátta breytingar, mögulega færa til veggi eða opna milli stofa eða eitthvað í þeim dúr og við erum í samvinnu við arkitekturskólana með hugmyndir af breytingum ef þarf. Næsta. Það eru samgöngumálin og þarna erum við svolítið því miður eins og ég nefndi áðan, gat og Guðbjörg ekki verið með okkur. En það er sem gert ráð fyrir því að verkefni verið búin út næstu mánaðamót. Framkvæmdir fari þá af stað mánuði síðar og meginhluti framkvæmda verði lokið skólabyrjun. Og á næstu mynd þá sjáum við hvaða framkvæmdir ræðir. Það er sambærilegt að hún sýndi okkur Guðbjörg á fundi sem hún átti með fjöldamörgum úr þessum innleiðingarhópum núna bara í febrúar, frekar en í janúar, minnum ég. Þarna er fjallað alls kyns breytingar sem á að gera, hraða hindranir, þrengingar á götum, lýsingar og ýmislegt fleira sem að lækka hámarkshraða og ýmislegt fleira sem þarna er tiltekið. Þá held ég komið að nafnum minni, Nýsköpunarskólann. Já, það var spurt hann og ég ætla bara að fara svona yfir það svona helsta sem við höfum verið að gera. Og nú er náttúrulega búið að ráða stjórnendateymi í skólann og búgangur frá ráðningu við bæði deildarstjóra og aðstoðarskólastjóra og Þuríður hefur verið mjög mikið í munnsvöld og okkur öllum að tengja þennan nýja skóla líka út fyrir skólahúsið. Þannig að það er búið að vera að funda með aðilum eins og Nýsköpunarmiðstöð og þar á bæ er bara mjög mikill áhugi fyrir samvinnu við skólann og leggja til grundvallar svona stærri mynd að búa til námsefni sem tengist til heimsmarkmiðunum og verður kynning á því hvað nýsköpunarhugsun felur í sér og hvernig þetta nýta hana til að vera skapandi á nýjan hátt. Það er líka komið tillögur og framboðum, tilboðum fræðslu sem nær þá alveg frá bara núna í júní fyrir kennara. Síðan er það vinnustofur aftur fyrir kennara í ágúst og síðan þróa það samvinnuverkefni í samstarfi við nemendur og það voru hugmyndir að búa til nýsköpunarsýningu seinni hluta ársins núna 2020. Við höfum líka verið átt fundi með samtökum iðnaðarins og fundum með Jónu Vigdísi þar sem er fræðslu sérfræðingur þeirra og þar er mjög mikill áhugi fyrir og var mjög fagnað þessum nýju hugmyndum Nýsköpunarskóla og vorum þetta fórst post bara frá henni núna í gær á sunnudaginn þar sem hún var að minna á að við myndum drífa í að funda núna fljótlega. Og þar var meðal annars rætt að við myndum hitta hugverkateymi sem að Samtök atvinnulífsins eru með á sinni könn og það er svona teymi á þeim sem er einmitt að þróa nýjar hugmyndir sem tengjast vinnumarkaði og námi. Þannig að við erum mjög spennt að hitta þann hóp. Það var líka rætt þátttöku skólans í GERT-verkefninu sem er verkefni sem snýr að auka vísinda- og tæknimenntun, stærðfræði, vísinda- og tæknimenntun í skólum.
og þau eru líka fús að koma með fræðslu og erindi bæði til starfsfólk og nemenda og svo höfum við auðvitað mjög mikinn hug á að vera með góðar og öflugar kynningar og samstarf í foreldrahópinn aðkomu að skólanum. Það búið að funda með Borgarskóla sem nú nágrannar skóli þarna og væntanlega sá skóli sem margir nemendanna fara í af því hann í hverfinu. Og þar sömuleiðis mjög mikil áhugi á bæði að geta samnýtt aðstöðu en líka samvinnu. Og ég tala ekki þegar krakkarnir eru í 10. bekk og geta tengt betur við brúna yfir í framhaldsskólann. Og svo núna í síðustu viku þá áttum við fund með stjórnunarteyminu sem eru 4 manneskjur, 4 konur sem þar eru og núna höfum við dregið að borðinu okkar megin nýsköpunarmiðju menntamála sem ný eining á skóla- og frístundasviði sem hefur það meginmarkmið að innleiða nýja menntastefnu og hlúa að fræðslu ekki síst í tækni og upplýsingatækni og svona sköpun. Og við áttum bara frábæra fund með stjórnunarteyminu þar sem við fórum í gegnum það unnu sjálfarskapandi verkefni sem hún Hildur Rúdolfsdóttir sem nýr starfsmaður inn í nýsköpunarmiðjunni, hún lét okkur fara í gegnum og þar vorum við bara að fara yfir möguleikana sem eru undir mikstúru sem okkar svona fræðslu eining og staðsett í Safamýri. Þar sem við erum að koma okkur upp mikið af tækjum og tólum sem snúa að einmitt hönnun eins og FabLab og þrívíddarvinnslu og öðru slíku og það var frábært að vinna með stjórnendunum og þær vildu strax leggja grunn að því að við myndum hitta starfsmannahópinn á samskonafundi með þar sem að fólki væri sjálft að gera verkefni, ekki bara fræðsluður væru þáttakendur og sá fundur núna bara alveg á næstunni með nýju starfsmannahópi skólans. Og þar vorum við líka bara að fara í gegnum svona hvað hönnun og hugsun, hvernig getum við tengt nýsköpunarskóla nám við aðalnámsskóla, hvað það að vera nýskapandi, hvernig maður að hafa sig í hugunum þegar maður nýskapandi einstaklingur, alltaf að hugsa hvernig getur maður gert hlutina öðruvísi eða betur í samvinnu við aðra, þannig að hafa líka góð áhrif fyrir aðra, ekki bara fyrir maður sjálfan. Og svo ræddum við náttúrulega líka fræðslu fyrir foreldra og það var mikið talað líka þessar fræðsluþarfir sem við þurfum fyrir kennarahópinn. Þannig að allir hafi sama skilning á því hvað erum við að fara að gera í þessum skóla, hvernig mótum við hann í samstarfi við nemendur, starfsfólk, foreldra og þá sem eru alltaf þessu koma að þessu starfi. Og nýsköpunarmiðjan mun líka hjálpa skólanum að búa til svona markvissa fræðslu áætlun sem næri við næsta vetur og inn í svona næstu misseri. Svo veit ég bara nefna skólaaksturinn að því að var spurt hann náttúrulega í gangi núna og það var útboð í hann á síðasta ár og það bara í gangi og bara gert ráð fyrir að hann verði hannaður og mótaður eftir þeim þörfum sem hann þarf til að þjóna börnin Korpuskóla megin, í efsta, Staðarhverfinu, já. Og svo var það spurningin húsnæði og við bara nefnilega höfum engin svör við því. Það hefur engin ákvörðun verið tekin á okkar sviði. Við höfum bara munum skila eins og kallað húsnæðinu. Það var ekki einhver þörf fyrir það innan skólakerfisins og alltaf okkur vitanlega ekki komið nein niðurstaða í nýting á húsnæðinu. Þetta svona það helsta sem í gangi. Og við munum síðan bara, eins og ég segi, jöfnum höndum setja inn á síðuna fræðsluefni og efni sem við erum þá að miðla þannig að fólk getur hafa aðgang að því eins og hægt Ok, þá ætla ég bara, ekki kynningin nokkuð þegar Jú, nú bara. Þá ætla ég að opna bara mælingaskjá hjá okkur sem á fundinum og síðan færi ég yfir í spurningarna sem hafa komið í gegnum pósthólfið. Þannig að ef þið viljið fá orðið þá getið þið beðið það í chatinu. Það sé fundin hérna.
Heyrið þið ekki örugglega í okkur? Jú, jú. Jú, algjörlega. Ok. Þannig að það enginn sem biður orðið hjá okkur hérna. Jú, hann gerir það. Jú. Jóhanna, afsakið. Já, ok, Valgerður, gjörðu svo vel. Hvernig tekið þið sjá? Nei, þetta er Sævar sem fyrst. Þú ferð. Og ég að byrja það? Já, gjörðu svo vel, Sævar. Ok, ég er nú kannski bara með nokkrar spurningar. Fyrsta spurningin mín er varðandi nýsköpunarskólann og það er hérna hvaða áætlanir hafa verið gerðar varðandi kaup á tölvubúnaði. Ég man að Soffía Vaxdóttir talaði á fundi sem haldi í Kirkjuseli á síðasta ári að nemendur fengju Chromebook eða spjaldtölvu til afnota í nýsköpunarskólanum. Er sá búnaður til staðar? Ef ekki er búið að búa það verk og hvenær mun það vera tilbúið þegar skólinn hefst? En í skólaári hefst? Og ég bregst bara fyrst og fremst. Ég ætla fyrst þarna á, já, þetta er allt komið núna. Já, þú mátt bregðast við. Já, við erum að gera ráð fyrir því núna að lána öllum kennurum skólans tæki til að taka með sér inn í sumar til að bara æfa svo að þjálfa og Mikstura hefur svolítið að tækju sem við getum lánað og síðan erum við búin að setja náttúrulega fram lista þar sem við erum óskættir að geta fengið tæki fyrir nemendur í skólanum. Og ég á bara að vona það að gangi eftir. Ég ger bara ráð fyrir því. Það verður þó klárt þegar nýtt skólaár hefst. Er ég skilja rétt, já. Já. Má ég spyrja einni spurning viðbót? Já, bara gjörðu svo vel. Ég sá þarna Eyjólfur hjá Nýsköpunarmiðstöðinni að tala að þeir funda með honum. Er það varðandi nýtt námsefni? Og ef það er varðandi nýtt námsefni, hvað mun taka langan tíma að búa það námsefni til? Og þegar það verður klárt, hvað myndi halda tekið langan tíma að innleiða það námsefni í skólann? Sko, það er til námsefni í nýsköpun hjá sviðinu en hann sagði okkur frá því að hann væri að vinna núna að nýju námsefni sem hann er komið svolítið vel á stað með og fannst bara mjög spennandi að fá að þróa það áfram með skólanum og ekki síst út frá bara væntingu krakkana líka. En þeir eru þegar hann sýndi okkur mjög áhugavert efni sem hann sýndi okkur á fundinum og var líka með efni sem að væri mögulegt kannski að þýða. Þannig já, það er svona það að frétta af þessum námsefni. Svo eru við alltaf með grunninn í námsefni bara fyrir samkvæmt aðalnámskránni en aðferðafræðina höldum við bara áfram að þróa. Já. En nýsköpun er það þá bara eitt fag eða? Nei, það á að rata inn í alla greinar. Nýsköpun er auðvitað ákveðið fag en aðferðafræðin þarf að rata inn í alla greinar. Meðal annars stýrir þetta því að reyna að blanda grunnskólinn núna svolítið hannaður þannig að það eru mínútutalningar fyrir hvert fag eins og aðalnámskrá segir til Við viljum brjóta það upp og fara meira í verkefni þar sem nálgunin er á fleiri þætti þannig að kennararnir vinni meira í teymisvinnu og við höfum líka rætt að sækja til ráðuneyti sem fá að verða þróunarskóli og það bindur okkur ekki eins mikið varðandi svona mínútutalningu. En við viljum bara skólinn sjálfur og umgjörðin hans sé bara með í því verkefni að sækja það þannig að ákvörðunum koma ekkert frá sviðinu það. En þetta er mögulegt og þá væri þetta væntanlega fyrsti bara þróunarskólinn sem yrði. Því þetta er hægt samkvæmt lögum og það er oft rætt það bara í skólakerfinu að til dæmis enska, hún er skilgreind í ákveðnar kennslustundir á viku og bara krakkar í dag eru bara alveg fáránlega góð í ensku og kannski mætti fækka eitt í kennslu þar og taka það í eitthvað annað. Þið telji ekki að COVID og allt sem hefur gerst í framhaldi af því sem fyrir að innleikarteymi sem áttu að vera búin að halda talsvert marga fundi hafa aðeins hist tvisvar. Þið telji að það sé ekki tímabært að staldra við og undirbúa stofnun þessa nýju skóla ennþá betur. Þannig að allt veri til alls og allt betur yfirfari og innleikartími búin að vinna sína vinnu til fulls. Sko,
það sem við höfum lært af COVID, það að vinna svona eins og við erum að gera núna. Þannig að vinnan bara búin að vera massív í ferlinu. En bara 2 fundir sem það ekki það sem var lagt upp með. Já, en það bara búið að vinna mikið þar á mikla því að kannski þeir sem að sitja fundin ekki allir að störfum. Aðkoma foreldra og nemenda og kennara, svo er unnið á milli. En nei, við höfum allavega ekki séð ástæðu til þess að fresta þessu neitt, sko. Við erum bara með fullan hug, fullt stím áfram, sko. Okay, takk fyrir mig. Já, þá Valgerður, þú varst næst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, takk. Takk fyrir kynninguna. Herðu, ég að spá ég með þó nokkrar spurningar. Aldrei auðveld, ég veit það. Það fyrst frístund. Mun frístund rúma öll börn sem þegar hafa sótt án þess að við þurfum að geyma börn í útiskúrum. Því nú hljótið að vera búin að sjá svona aðeins þá mynd af því það búinn þessi tími. Svo var talað og foreldrar voru mjög reiðir yfir því að aðgengi að skólanum, það yrði ekki nægilega gott, sér í lagi engjaskóla, af því það var talað undirgöng eða aðrar sambærilegar og jafn öruggar lausnir sem yrði farið í, ef yrði farið í þessar samningar, þegar var verið að selja okkur samningarnar. Og nú eru komnar þrengingar og þrengingar og götum ekkert sama og undirgöng. Þannig að og einhverjar gangbrautarmerkingar yfir, mér finnst það ekki vera samfærandi örugg lausn. Þannig að ég vil bara spyrja hvað varð undirgöngin? Af hverju voru ekki gerð undirgöng sem öruggast fyrir börnin okkar? Svo erum við fleiri spurningar, ég sko langt frá því að vera búin. Vil ég svara fyrst og svo held ég áfram að koma með spurningar, kannski? Ég skal bara svara með göngin. Já. Ég náttúrulega ekki það, en okkur sagt að landhandlinn sé þannig að það ekki fýsilegt að gera göngarna, þannig að við treystum bara á það svið sem með þennan verkþátt að gera þetta eins öruggt og ég veit ekki til þess að göngunum hafi verið lofað þetta bara öruggum samgöngubótum, en ég hef ekki svörin verið sagt að landstaðan sé þannig að það sé erfitt að gera undirgönguna. Þá við gólfvöllinn. Við erum að tala þarna yfir Strandveginn. Já, Já, við erum að tala númer 1, ok. En með frístundina, og svo kemur við fleiri spurningar eftir. Já, ég bara klára að svara því. Við gerðum ráð fyrir því að það væri 140 börn í hvoru frístundaheimili, það að segja annars vegar tengist á Engja og hitt sem tengist Borga, og við gerum ráð fyrir því að það rúmast inn þessu 500 meðan við nemendafjölda. Það ekki mikið breyst frá því að skýrslan var gefin út í fyrra. Aðeins hærri tölur í Borgarskóla, en ekkert sem á að valda vandræðum þar. Atli Guðjónsson búinn að vinna mjög þétt með skólastjórnendum að finna rými fyrir frístundaheimili og félagsmiðstöðvar og ég hef ekki betur en það sé bara sátt það allt. Já, ok. Þá langar mig að dæla aðeins út á þessu nýsköpunarskóla og ég svona að koma með spurningar til ykkar sem ég hef sjálf verið að fá frá foreldrum. Og það fyrsta sem sagt fræðsla fyrir hjóarti í gögnum hjá okkur, fræðsla erindi fyrir kennara. Og mér langar að vita hver sér þetta og í hverju felst þessi fræðsla. Og svo langar mér til að vita með samtöku atvinnulífsins hvernig fléttast í raun og veru þeirra vinkill inn í námsefni barna og aðalnámskrá. Og síðan langar mér að segja ykkur frá því að Borgarholtsskóli býður til dæmis ekki upp á fjarnámi í afreksstarffræði fyrir börn sem vilja taka það í vali. Þau þurfa að leita út fyrir sinn skóla, eða út fyrir Grafarvoginn til þess að taka það. Ég muniði pressa á Borgarholtsskóla að breyta sínum áherslum þannig að börnir í Grafarvogi sem eru í afreksstarffræði, afrekssænsku geti farið að taka það í hjá skólanum. Svo það stóra spurningin sem að snýst í raun og veru að fyrsta árinu. Það eru rosalega margir foreldrar sem eru uggandi út af þessu fyrsta ári. Bæði út af því það knappi tími og svo líka út af því að það eru foreldrar sem eiga börn í 9. bekk sem vilja ekki mikið vera rugga bátnum áður en börnin þeirra fara í 10. bekk. Og þau vilja vita hvernig skiptingin verður. Fá bekkirnir að halda sér og það svona ósk flestra foreldra sem ég heyri og áhyggjur flestra foreldra af því það alveg nægilega stór breyting að vera nemandi og flókið líf að vera í 10. bekk. Og svo maður sé ekki í 10. bekk í nýjum skóla og jafnvel í nýjum bekk með nýjum félögum líka. Og síðan það að fá umsjónarkennarar að halda sínum bekkjum ef þeir óska eftir því, sér í lagi þetta fyrsta ár.
þannig að raski verði minnst og fá sérstaklega hjá Nýsköpunarskólanum. Svo komst inn á Soffía fræðsla fyrir foreldra. Nú hefur ekkert verið rosalega mikið, sko, þið komið í skólana, einn fund, kynntuð fyrir okkur, mögulega hugsanlega breytingar á skólastarfi Norðanverðrar Gráu, ég lofi öðrum fundi sem við erum ennþá að bíða eftir foreldrar. Og þannig að ég að spá í hvernig verður fræðsla fyrir okkur foreldrana og af hverju í raun og veru erum við ekki löngu búin að fá hana? Já, mjög góð spurning og það hefur ýmislegt gerst á milli og þessi fundur þurfum samt að vera fyrir löngu síðan, þannig að við höfum kannski einmitt átt að bara hafa svona fund fræðsluna. Það var bara vanhugsað hjá okkur. Við hefum kannski bara getað haft rafrænan fund. Þannig að það væri, og ég bara við leggja bara til að við höldum bara bjóðum upp á fræðslufund nú þegar við getum haft hann í Vígstúru til dæmis. Þá geti ég séð aðstöðu, geti hitt fólki sem að styðja mest við þetta þar. Og en við viljum ekki svíkja neina fræðslu eitt eða neitt, það er bara fyrst og fremst, en svo varðandi það sem talar að óttanir börnin, að þau, sko, börnin eru ekki að fara í skólan sem þau eru í eða voru á leiðinni í áður en þessar breytingar urðu. Þetta verður breyttur skóli og það er ekkert víst að allir verði saman í sama bekk eða sama kennara. Það fer bara eftir innan skipulagi skólans og raunverulega skólan allra. Þannig að ég vona bara að allir séu opnir og sérstaklega nemendur, opnir fyrir breytingum og tilbúnir í, og við höfum rætt það til dæmis að við vorum með alveg frábæra viðtöl í Breiðholti í vetur þar sem vorum að læra Kanadamönnum svona innovation lab, var þetta kallað, sem fundi með nemendum, með stjórnmálamönnum, kennurum, foreldrum, þar sem að umfjöllunarefni var hvað er draumaskólinn, hvernig lítur draumaskólinn út, og þetta var 2 dagar og það var stórkostlegt að sjá krakkana, þetta voru bæði þessi kanadískir krakkar og íslenskir að vinna saman. Við höfum nú búið að þýða þetta módel á íslensku og okkur langar mjög mikið til þess að keyra þetta módel í Nýsköpunarskólann, bara strax skólabyrjun. Þannig að krakkarnir verði virkir þátttakendur í því að hafa skoðun á því hvernig vilja þeir að sé þarna inni. Hvernig vilja þeir byrja? Hvernig vilja þeir hafa miðjuna? Vilja þeir hafa skólabjöldu? Hvað vilja þeir? Þannig að þau fái raunverulega, hvernig vilja þeir hafa mötuneytið? Þannig að þau hafi eitthvað það að segja hvers konar starfsemi á að eiga þarna stað. En ábyrgðin síðan auðvitað kennarana að fylgja eftir þekkingunni sem að þeim alltaf að miðla, en líka að hjálpa þessum krökkum að verða sjálfstæðir einstaklingar sem kunna leita sér upplýsinga, sem geta borið ábyrgð í námi, sem að fá kannski væntingum sínum meira mætt en áður. Þannig við getum raunverulega mætt hverjum og einum nemanda betur. Og síðan að því þú spurðir stærðfræðinámsefni, ég meina það til alls konar leiðir til þess að mæta afbrigðsbörnum í námi og við höfum alls ekki staðið okkur vel í því í skólakerfinu að mínu mati. Við þurfum að gera miklu betur þar. Og það hægt að gera rafrænt og með alls konar mögulegum hætti og einmitt mögulega í samstarfi við aðra framhaldsskóla, ekki endilega borgarholt. En það gæti farið fram rafrænt. Má ég aðeins bæta við kannski í svarið varðandi þennan félagslega þátt. Já, varðandi krakkana, því að þetta skilja maður það alveg að það er allir uppgandi, þú veist hvað það hefur, veist ekki hvað það fær, þú veist hvað vinir þínir eru og vilt halda þeim og allt það. Félagsmiðstöðin mun leggja mjög mikið af mörkum líka að vinna með þennan félagslega þátt og líka 10-12 ára starfi. Og þau eru alveg eiginlega bara nú þegar byrjuð að því og munum meðal annars líka nota sumarið til þess. Nafnasamkeppni á félagsmiðstöðin, ýmislegt fleiri sem er gert til að búa til þess að við eigum þetta saman. Og þannig að þau eru alveg hvernig ég get orðað, all in að vinna með það að minnka kvíða, hjálpa þeim sem kannski erfiða að takast á við breytingar, þannig að þau eru vakandi yfir því félagsmiðstöðin líka. Hvað viltu koma að þess að? Margrét, þú ætlaðir að skjóta ykkur inn í það ekki? Já, takk Soffía. Það sem að ég vildi bara, þú veist, þetta eru alveg gríðarlega flotti krakkar í þessum skóla. Þau eru miklu framsýnni og miklu flottari heldur en við og þau hafa átt að taka þátt í þessari vinnu algjörlega frá upphafi. Ekki einhvern veginn þeir búið að starta dæminu. Þau hefðu átt að vera með ykkur í vinnunni með kanadísku krökkunum. Ekki einhverju krakkar úr einhverjum öðrum skóla. Það verkefni snerist Breiðholt, sko.
Það snýr Já, en þú veist, þetta hefði líka átt að vera heimfært og hingað fyrst að þetta eru breytingarnar hér. Það sem aðalega er, og foreldrar koma aðalega til mín eru foreldrar sem eiga börn í 9. bekk, sem hafa áhyggjur af 10. bekk. Foreldrar sem eiga börn í 8. bekk og 9. bekk, auðvitað þá gera þessi grein fyrir því að best að blanda strax og hrista alla saman og allt þetta. Þetta er í staðalumsa krakka sem eru í 9. bekk nú og það eru áhyggjur foreldra hérna sem ég heyri. Þannig að þar er ósk flestra foreldra sem ég heyri að rugga sem minnst bátnum, leyfa þeim að sigla þennan sjó. Þau eru ógeðslega flott, þetta eru krakkar sem mörg hverju voru í 9. bekk að klára fyrsta áfangan sinn í fjölbrautaskóla í afreksnámi. Já. Þannig að bara svo þau fá að halda sínu striki því þau eru á góðum stað. Ég er algjörlega sammála. Ég treysti bara á þetta nána samstarf nemandans, foreldrana og skólans að finna bestu lausnir fyrir hvern og einn. Að krakkarnir fái þá tækifæri til þess að fara svo sína leið. En aðferðafræðin í kennslu og kennsluháttum mun breytast. En sko, við verðum líka auðvitað að horfa til þess að ég meina sumir nemendur vita nákvæmlega hvað þeir vilja nú þegar. Þeir vita hvert er stefnan. Og þá getum við kannski stutt á enda betur í því. Þannig ég bara treysti á samstarfið. Nemandans, foreldrana og skólans. Að það detti ekki niður ykkur dampur við breytinguna. Ég mun allavega gera mitt besta til að styðja við það. Já. Ég ætla að skjóta einni spurningu inn. Ég gleymdi bara að setja mig á sjálfur á vanlíkskara, síðan Árni Sævar og síðan ætla að fara í tölvupóstum. En bara þú nefndir að það nú þegar byrjað að skoða húsnæðið í Víkurskóla út frá félagsmiðstöðinni sem á að vera það sameiginlegu félagsmiðstöðinni. Svona upp á að verður stækkað rýmið sem félagsmiðstöðinni hefur nú þegar til staðar til að hún geti betur. Reyndar ég að tala kannski frá minni upplifun þegar ég var þarna fyrir 5-10 árum síðan, þá var þetta frekar lítið rými sem félagsmiðstöðin hafði til staðar. Hvernig er sú staða, hvernig er það húsnæði hugsað? Við erum með tillögur hvað varðar félagsmiðstöðina í Víkurskóla að það verði teknir niður ykkur millileikir þannig að félagsmiðstöðin stækki. Við erum með allt í vinnslu og ég er alltaf að fá eitthvað frá honum Atla, hann er greinilega að hlusta á fundin, hann Atli Guðmundsberg, hann alltaf senda mér upplýsingar þannig að hann er búinn að funda með öllum skólastjórum og við erum bara, sem ég segi, við svo sáttum fundi í dag með umhverju skipulagsvið erum að leggja til þessar breytingar. Það verði stækkuð rými eins og fyrir félagsmiðstöðin sem virkilega þarf á. En hún er enn í sama rými á Búaskóla. Þannig að það þau eru allir með mjög góða tillögur sem ég vona verði bara tilbúnar næsta haust. Það er gott að heyra. En Árni, þú varst næstur á mælendaskrá. Já, heyrið mér? Já. Ok, og ekkert mikið ekko, ég get lækkað í. Heyrið, takk fyrir þessa kynningu. Sko, mér líður eins og ég sé bara í einhverju tímavél, sko. Ég er með bara svona flashback og déjà vu frá árinu 2011-12, sko, sem byrjaði raunverulega 2010. Það sem var ráðist á 7 af 8 grunnskólum í Grafarvogi, sko, og víðar í borginni. Þau voru á Bakka með eina vitleysu sem var gerð þá, sem var Hvassaleitisskóla í Marit. Og það var ekki fyrir við foreldrar hér í Hamrahverfi og í Húsahverfi einnig tókum af skarið rétt fyrir áramótin 2011 áður en þetta óskapbátturinn á að byrja að eitthvað fór að gerast. Þá kom í ljós að það var bara, staðan var bara þannig að það var nánast ekkert búið að gera, það var ekkert búið að vinna í að samræma námsefni, það var ekkert búið að hugsa út í praktíska hluti eins og samgöngur og annað slíkt, kennara og þessa hluti. Mér virðist bara því miður eftir þessa lýsingu að staðan sé bara á svona svipuð. Mér sýnist þessi nýsköpunarskóli vera bara á einhverju hugmyndastigi. Það kom engin kynning á hvað á að gera í þessum samgöngum og samgöngur eða þverun á götum, það er ein lögleg leið til að gera þær og hún er algjörlega skýr í umferðarlögum og reglugerðum og það eru upplýstar og merktar sebrabrautir. Því miður á einhverjum ástæðum hefur Reykjavíkurborg dregið leppirnar við að hafa löglegar þveranir og göngustíga. Þannig að við viljum ekki sjá einhverjar
vörtur á götunni og þrengingar og svo einhverja hugmyndum hvort það fara þar yfir eða ekki. Þetta þarf að vera löglega gert og til sóma og ég get sendt ykkur þessi ákvæði úr umferðarlögum ef að fólk finnur það ekki niðri í ráðhúsi. En mér finnst bara sorglegt eftir öll þessi ár að það skuli unnið svona að þessum málum í andstöðu og óþökk hlutaðeigandi. Svo Grafvogurinn hannaður sem mörg lítil hverfi, skólahverfi. Það eru í kringum, rétt enn yfir 1000 íbúðir, 800 til 1000 íbúðir í hverju hverfi og þá vorum við að tala svona frá kannski 1600 upp í 2500-3000 manns í hverju hverfi eftir hvað þau eru með mörgum stórum íbúðum. Og þannig þetta hannað og þannig kaupir megin þorri fólks sínar eignir með þær vonir og væntingar sitt nærumhverfi sem í skipulagi sem það er að gangast inn í. Svo bara ákveður borgin einhliða að gerbreyta þessu og kemur með alls konar uppfullar möppur af félagsfræðiheitum og allt eigi að vera betra og allt saman. Svo sjáum við bara hvernig dæmið fór, þið þekkið eflaust hvernig mæting ungmenna úr Hamra og Húsahverfi var í félagsmiðstöðina í Foldahverfi. Þið getur bara flettið upp, það var ekki félagt og margt eftir þessu. Þannig að ég bara hryggur yfir því að þetta skuli ekki vera á betri stað eins og dæmin hefði átt að vara við. Takk fyrir mig í bili. Já, ég skjóta henni Árni, ég legg bara því að það er náttúrulega komið frá þar sem við gátum ekki fengið beina kynningu frá henni Guðbjörgu sem kom frá Öskjunni. Við sendum bara ennþá, ég var byrjað að skrifa bara formulega fyrirspurn um að fá enn betri kynningu, enn betri svör frá Öskjunni til að útskýra ekki bara þessa einu glæru sem við fengum. Já, sammála, ég held að sé fullar á því. Takk. Já, ég held að það sé líka bara mjög mikilvægt að því sé fyllt vel úr hlaði, hvað stendur til að gera. Það er nert töluvert af, eins og þú nefnir gangbrautir. Það er náttúrulega ekki eingöngu þrengingar, heldur einnig líka gangbrautir. En það er betra að fá fagfólki til að fylgja þessu plani. Þannig við bara heyrum í þeim. Sævar, þú getur farið að skjóta henni einn smá núna og síðan ætla ég að fara að lesa upp þær spurningar sem voru ekki búin að koma fram af e-mailinu. Já, takk fyrir það. Ég ætla nú svo sem ekki að segja mikið. Mér er bara, ég er búinn að vera lengi í foreldrafélaginu í Keldurskóla og mér finnst bara orðið átakanlegt að hlusta á þetta reddast hugmyndafræðina sem lagt upp í, það er verið að leggja upp í alls konar vegferðir sem ekki hægt að skilgreina eða útskýra þannig að nokkur almennilega skilji. Það er ekki búið að ráða í allar stöður í skólunum, samgöngubætur, þær verða ekki klárar fyrir skólabyrjun. Foreldrar verðandi nemenda í 10. bekk eru bara mjög uggandi. Ég á strák í 7. bekk, leiðin í 8. bekk. Á ég að fara að senda hann í þetta eitthvað sem ég get ekki svona útskipt fyrir honum hvað hann að fara að gera, almennilega. Nema það verður aðalnámskrá. Og ég bara, mér finnst leiðilegt að það er ekki að vanda betur til verka. Það hefði verið svo miklu faglegra að hafa allt klárt og uppsett og svo þá leggja niður skólana, þannig að við vissum hvað við göngum út í og ég bara, svona vinnubröð fá bara fallengun og myndi fá hvar sem er út á atvinnumarkaðinum. Meira hefði nú svo sem ekki að segja. Já, ég ætla að fá bara um spurningum sem hafa komið inn í póstólu hjá okkur og reyna að síða út þær sem hafa nú þegar verið svaraðar. Hérna er ein spurning, það er Birgir Birgisson sem er fyrstur. Það eru 4 spurningar sem hafa nú þegar verið aðeins var svarað í kynningunni ég hef verið spurt áður. En hérna er ein spurning, það er að ef börnin eiga að ganga í skólann, verður þá gangbrautaverðir að störfum fyrir og eftir skólann og ef svo hvar verður það slíkir verðir? Hvort það verði einhverjir aðrir sem... Ég gerði það, ég bara veit það ekki. Það er fyrst og næst verið lögð megináhersla á að laga samgöngunar. Já. Og samkvæmt þessari glæru sem ég sýndi hérna áðan og ég velti fyrir mér ráðsmenn, íbúðarráðsmenn að fengi glæruna? Já, ég var nefnilega að það var hreint hvort við getum fengið glæruna sendar á okkur og hversu mikið af þessum upplýsingum nú þegar til staðar á vefsíðunni eða hvort það mætti verða óumverðar. Já, ég finnst bara með eðlut þeir sem sitja hérna á fund á þessu glæru og getur maður líka betur í þess að bætur sem að Guðbjörg Lilja að leggja til.
eða vera við ný. Það verður bara, endilega að fá þær sendur á okkur. Já. Næsta spurning nú stöðuð þungaumferð eftir strandveginn og Korpúlfsstaðaveginn frá Sorpu, verður þessi spurningu stöðvar þar sem börnin okkar þurfa bæði að ganga yfir strandveg og Korpúlfsstaðaveg á leið sinni í skólann. Þetta er spurning sem við ættum frekar að beina að aðgöngu og skipulagssviði eða þekkið þið eitthvað þetta mál? Ég myndi bara vísa því akkur þangað. Já, Já. við sendum þetta Guðbjörgu og upplýsum svarið við á næsta fundi sem verður í júní. Og maður kannski rétt aðeins að bregðast við þessum hún spurði Sævar ráðningu starfsfólksins. Það náttúrulega alltaf þannig að það alltaf breytingur í öllum skólum á vori hverju. Fólk að hætta og fólk að færa sig og alls konar. Og það gerist líka þarna að starfsfólki sem hefur verið í þessum skólum nú þegar það var forgangsmál því það var einhver sagt upp. En svo vantar til viðbótar. Þannig að ég veit bara að núna ég auglýsing í gangi frá nýsköpunarskólanum íþróttakennara og eitthvað annað og það bara eðlilegt á þessu tíma ársins en sem betur fyrir eru fleiri umsóknir áður vegna bara stöðunnar í samfélaginu. Ok, næsta spurning kemur frá Jóhannu og eftirfarandi það satt að einungis einn karlkynskennari sem verður starfandi í Vík eða í ykkur skóla, Álíkaskólanum, hvort það greinilega einhver sem einhver umræði það að sé bara einn karlkynskennari sem nú ráðinn í ykkur skóla. Ég bara þekkið ekki en hins vegar það nú bara þannig að það meiri hluti kennara í kvennastétt og hverju einasta ári reynum að leggja áherslu á það að karlmenn sækjum störfin. Þetta alveg auðvitað bara alls ekki nógu gott að við skulum ekki hafa meira jafnræði kynjum. En ég veit ekki stöðuna. Okay. Ég get alltaf svarað varðandi félagsmiðstöðuna. Það bara forstöðumaður og við höfum bara yfirleitt alltaf náð því að vera með 50-50 skiptingu í félagsmiðstöðustarfinu. Karla konur. Já, næst spurning frá Steini Sigurðsson. Hann með spurning varðandi Nýsköpunarskólanum að leyti. Ok, fyrsta spurningin bara eftirfarandi. Hvað með þá foreldrar sem vilja ekki taka þátt í þessari tilraunastarfsemi og vilja fá viðurkennt og alvöru nám fyrir börnin sín og þurfa spurningin eftirfarandi. Hvað með þá foreldrar sem eiginlega sjá sér ekki fært eða vilja ekki taka þátt í þessari tilraunastarfsemi og vilja fá viðurkennt og alvöru nám fyrir börnin sín þurfa þeir að flytja úr hverfinu? Og hvort það hefði verið hægt að byrja á þessari tilraunastarfsemi fyrst bara í Kelduskóla Korpu þar sem það lítill skóli sem fólk hefði getað valið að hafa börnin sín í eða ekki. Já, þetta bara góð spurning. Í Reykjavík þetta skólaval. Þannig að ef einhver vill ekki fara í þennan skóla þá hann sjálfsögðu valkast á því að fara í annan unglingaskóla en þetta skóli hverfisins. En ég vil lefa mér alltaf í fram að það verði alvöru og farið skólastarfi í Víkurskóla. Ég vil bara alls ekki draga neitt úr því. En það skólaval. Það skólaval. Já. Og síðast spurningin sem hérna. Já, börn sem kemur frá Jóhannu aftur og eftirfarandi, börn eiga að taka þátt í mótun á nýja skólanum, af hverju þau ekki spurð hvort þau vilja halda áfram í nýjum bekkjum eða hvort þau vilja blandast? Þá spurningin eftir því helst áörugglega að vera hvort þau vilja halda áfram sama bekknum í nýjum skóla eða hvort þau vilja blandast í nýja bekkjum. Börn eru þegar náttúrulega komin að einhver leyti að skóla, undirbúningsskóla sem í innleikahópunum, það nemendur þar. En þegar samtalið fer síðan fram í haust að þá skólastarf að sjálfsögðu líka þjálfun í félagslegri hæfni, aðlögunarhæfni að vinna með nýjum hópum og vinna með ólíku fólki og venjast í að heimurinn bara mjög hraður í dag og nemendur þurfa bara að læra það, þeir munu þurfa að skipta störf margoft á ævinni og
vinnum með alls konar fólki og það bara metnaður skólana að leggja áherslu á það að gera nefndir hæfa til að vinna með ólíkum einstaklingum sem eru ólíkir að uppruna, með ólíkar skoðanir, af því það þjálfar þau í hæfninni til að taka þátt í því sem býður þau bara í samfélaginu. Þannig að, en þeir munu koma að borðum, geta komið sínu skoðum á framfæri, kannski einhvers staðar hægt að mæta þeim eða bregðast við, en það þá skólans þegar það kemur að skoða það. Já, taka það. Já, ég ætla, Valgerður, þú hefur mest orðið en ég ætla að halda mælingardagskráni opin í 2 mínútur síðan viðbót. Takk fyrir þetta og takk fyrir góðar spurningar allir sem eru að hlusta. Mér finnst ég vera pínlítið alltaf eins og billuplata þegar ég er að tala í þessu skólamáli og sérstaklega þar sem að það voru gerðar svo frábæra skýrslur eftir sameiningarnar sem voru hérna 2012 og þar var rauði þráðurinn allstaðar frá kennurum, allstaðar. Það var ekki foreldrar spurði meira segja. Samt fengu sameiningarnar inn í grái algjörða falleinkunn 2012. Sem farið í fyrir 2012. Rauði þráðurinn var þetta var gert í of miklu flýti. Niðurstaða skýrslunnar, sameiningarnar þá heppnuðust ekki eins vel eins og gátu gert af því það var gert í of miklu flýti. Hvað erum við að gera núna? Við erum að gera nákvæmlega sama. Við erum jafnvel að flýta okkur meira. Þannig að af hverju eiga foreldrar núna að vera eitthvað ánægðir? Af hverju eiga þeir að vera glaðir með þetta? Af hverju eiga að vera hamingjusamir að börnin þeirra eru enn og aftur að taka þátt í tilraunaverkefni hjá Reykjavíkurborg sem gert í of miklu flýti? Mér finnst þetta fáránlegt. Og mér finnst ég vera svo leiðilega að vera alltaf að tala þetta. Ég er alltaf að tyggja á þessari skýrslu. Ég er búin að gera það núna í 1,5 ár. Sama niðurstaðan alltaf. Of mikil flýti. Og það er að gerast núna. Því miður. Já, þetta bara móttekið. Já, þá ætla ég bara að vera síðastur mælingardaskrá. Það er góða kynningu mörguleyti. Þetta er umdeilt mál í hverfinu og við skulum skoðanir í því. Samt bara eins og ég vona að samt innilega að þessi hugmynd með nýsköpunarskóla verði börnunum til bóta, þar sem að á grunnum til þó að kannski margir gæti fengið einhverja meiri upplýsingur þá var maður persónulega eftir að hafa farið í gegnum Víkurskóla, eftir að hafa verið í Korpúlfsskóla þá var með þeim betra sem ég gekk að gera var að fara í unglingadeild, aðeins stærri unglingadeild í Víkurskóla og mér finnst þróun námsefnis vera mjög mikilvægt með hvernig það hefur verið startið á undanförnu en það er svolítið að þetta er umdeilt mál og sem við vilja meina að það er færið á hlætt í gegn. En bara þakka ykkur fyrir þessa góða kynningu og ég ætlum bara takk fyrir þetta. Já, ég ætla bara að fá að ég var búinn að leggja til samt alveg en að endan ég var búinn að skrifa saman þar sem ég var ekki viss hvort myndi fá nógu upplýsingar frá Guðbjörgu og Öskil var ég búinn að skrifa saman eða setja saman fyrirspurn sem myndi senda á Öskil sem við vegið endilega bæta við, ég ætla bara að lesa hana upp núna. Og hún var eftirfarandi, bara íbúar á Grafarvogs leitar eftir svari frá umhverfis- og skipulagssviði við eftirfarandi spurningar. Hvaða samgöngubætur eru áætlaðar að verði framkvæmdar í tengslum við breytta skólaskipan í Norður Grafarvogi? Hvar eru þær staðsettar á hönnunarferli og hefur frumhönnun verið lokið og síðan endanum hvenær er áætlað að útboð á framkvæmdunum fari fram? Og ég legg eiginlega bara til að ég setja það inn á Facebook-hópinn okkar og við klárum þetta þar bara á morgun, fyrir morgundaginn og sendum þetta síðan inn til Öskilins til að fá ennþá betri upplýsingar varðandi samgöngubæturnar. Hvernig hljómar það? Það hljómar bara ágætlega. Ok. Hljómar bara mjög vel. Og já, og ég er komið með þessa kynninguna og ég sendi ykkur kemurinn til ykkar aðra. Þá næsta mál á dagskrá fundarins framtíð sorp og sævarða til umræðu. Er einhver sem vill hefja umræðuna? Ásaka, ef ég trufla. Ef við viljum semja ályktun varðandi skólamálin, ættu að gera núna eða í lok fundar eða?
Þú semur hana núna eða leggur hana fram núna. Þú veist, já, ef þið viljið bóka undir þessum lið varðandi skólamálin eða komið með tillögur, þá áttu hann að koma núna fram að því að við erum ennþá í þeim liði. Ég skal bara stoppa með að fara inn í næsta lið. Já, fyrirgefðu, maður ennþá að læra inn á þetta. Ekki málið, þetta var líka ég fór aðeins hraðar en ég ætti að gera inn í næsta lið. Ok, mætti ég koma með hugmyndatexta eða? Já, bara gera svo vel. Ég var búinn að skrifa niður íbúar af Grafarvogs skorar á skóla og frístundar á Reykjavíkurborgar að endurskoða og afturkalla hugmyndir lokun og sameiningar skóla í Grafarvogi í ljósi þess hve illa undirbúningur vegna fyrirhugaðra breytinga hafa gengið. Innleiðingarhópar aðeins funda tvisvar og ekki búið að fastráða starfsfólk að stjórnendum undanskildum. Ekki búið að fara fram mat á nauðsynlegum fjárfestingum í tölvubúnaði og húsgögnum, né hefur sá hluti verið boðinn út. Engar framkvæmdir til að bæta öryggi gangandi og hjólandi að vera lagðar fram í borgarstjórn, né þau verk boðin út. Ekkert nýtt námsefni hefur lagt fram eða yfirfarið eins og stóð til varðandi Nýsköpunarskólann. Í dag eru 14 dagar þangað til skólarnir loka vegna sumarfría og því ljóst að tíminn ekki nægur til þess að framkvæma það sem þarf, svo sómi sé af. Leggur íbúar á því til að fyrir breytingum verður afturkallað og máli yfirfarið. Ef borgin ætlar að halda áfram með fyrirhugaðar breytingar þrátt fyrir augljósa annmarka á ferlinu öllu, óskar íbúar á eftir því að strax fyrir hafnar formlega viðræður við hjallastefnuna að taka yfir rekstur Keldurskóla Korpu og reka þar grunnskóla fyrir 1. til 7. bekk. Einhver sem vill taka til orða núna í mínum? Ég vill vera með, ég sammála þessari bókun. Við með því. Já, ég þarf svona smá, fara kannski í tíma til að hugsa þetta. Þannig ég veit ekki hvort þið getið alveg samþykkt bara á þessum fundi í öllum. Þannig ég getið annarkvort beðið með þessa bókun eða þeir sem eru samþykkt og senda hana út sem fulltrúar íbúðarráðs. Já, ég væri til í að fá hana samþykkt inn á þennan fund, þá bara þeir sem eru þá samþykkir. Á þeim tímabili þá bara þeir sem eru sammála bókunni eða tillögunni já, væntanlega bókun frekar heldur en Tillaga, já, þá er henni frestað af því hún ekki verið lögð fram fyrir fundinn. Þá er henni frestað fram á næsta fundi ef einhver í íbúðarráðinu óskar eftir. Ef þetta er bókun þá máttu náttúrulega bara leggja hana fram. Já, og við væntanlega. Og hverjir eru sammála bókunni? Við skulum hafa þetta bókun bara. Já, það er þá væntanlega, það er Sævar, Árni, Valgerður og Berglind. Er þetta sammála eða? Ég kom bara með þá spurningu hvort að þessir ákveðnu fulltrúar gæti ekki lagt fram þess aðstöðu eftir þessari bókun kæmi. Hvort að það þurfa að koma frá íbúðarráðinu í heild sinni. Nei, það þarf ekki endilega að fara frá íbúðarráðinu. Það geta hluti og íbúðarráðs. Einu sem það bara beðið að það verður að breyta, breyta íbúðarráði yfir í fulltrúar íbúðarráðs og síðan skrifar undir nöfn ykkar. Vilja taka það inn í. Skal ekki að senda þessu bara í tölvupósti? Já, senda á mig. Já, ok. Er einhver fleiri bókanir eða tillögur sem bókanir varðandi þennan lið? Nei, þá er það þriðji liðurinn kominn fram sem er framtíð Sorpu og Sævarhöfða. Ég var búinn að skrifa saman til umræðu, ég var búinn að skrifa bókun eða bókun undir þessum lið og hljómar hún eftirfarandi. Undanfarið ár hefur það margsinnis gerst vegna mikillar umferðar að endurumstöðuð Sorpu við Sævarhöfða 21 að umferðarteppa myndast að Sævarhöfða með tilheyrandi óþægindum við íbúa Bryggjuhverfis. Hafa þessar umferðarteppur valdið áhyggjum meðal íbúa hverfisins meðal annars vegna skertrar aðkomu neyðarbíla. Einnig hefur það gerst að lögreglan hefur komið að endurvinnslustöðinni og skipað fyrir að betra skipulag þyrfti að koma á röðina ella yrði að stöðinni yrði lokað. Skorar því íbúar á Grafarvogs á samgöngu- og skipulagsráð ásamt umhverfis- og skipulagssviði að finna sæmilega lausn á þessum vanda, til dæmis með beygjuakring fyrir bílandi bíla, meðan endurvinnslustöð er til staðar á Sævarhöfða 21 og Sævarhöfði er helst aðkoma að Bryggjuhverfi.
Eða, já, er þetta ekki svolítið það sem við vildum gera með þennan lið eftir að hafa fengið svar að Þorpa við Sævar og 21 sé með starfsleyfi í allavega næstu 2 árin? Jú, hljómar mjög vel. Þeir hafa pínu lítið bætt sig eftir þarna ösina sem myndaðist páskana, en það dugar ekki til. Þeir eru komin með smá aðrein sem að bílarnir bíða, en það dugar ekki til þegar mikil aðsókn er. Þannig að það þarf að gera einhverjar drastískar breytingar þarna. Já. Já, sammála bókuninni. Ok, flott já, þá bara eina sem eftir að gera. Einhver sem vill segja eitthvað meira undir þessum lið? Kannski eitt orð bara? Já, bara gjörðu svo vel. Já, flott. Góð bókun. Hérna, einmitt Berglind, ég tek undir Berglindi, þetta verður aðeins lagast, en eins og hún þekkir líka að bílaröðin eiginlega meira sýnileg þeim sem að koma úr öðrum hverfum Reykjavíkur. Þeir sem koma Grafarvogur, Bryggjukörfu, sumir hverjir átta sig ekki á þessari röð og það verður kaos sem sumulítið verri heldur en svo sem var. Þannig að mjög góð bókun og nauðsynleg. Takk. Ok, þá bara eina sem eftir af fundinum að það ekki fundargerðin verði sett saman með öllum bókunum og því og síðan les ég hana. Já, og svo sendi ég bara fundargerðina. Já. Þetta bara bókanirnar. Fyrirspurnin sem þú sendir til oss, hún fer ekki undir fundargerðina. Hún fara undir. Nei, við viljið ekki bæta ykkur við fyrirspurnina eða máttum verið eins og hljóða. Það voru 3 spurningar sem voru bara hverjar eru áætlaðar framkvæmdir, hvar það staðsettar á hönnunarferlinu, eða hvar eru staðsettar í hönnunarferlinu og síðan hvenær áætlað að fara í þarna útboð á framkvæmdum. Jú, það ekki bara? Já, fínt. Já, þetta bara ok, þá sendi ég hana bara út svona. Og Árni, þú ætlaðir að segja eitthvað undir önnur mál, en þá? Já, ég með hljóð. Bara að því við erum að biðja upplýsing frá Öskinu, það þó nokkur umræða og hún að stigmagnast vegna framkvæmda í Gufunesi. Já. Og til að gera langsum stutta þá var haldinn kynningarfundur 5. og 7. desember 2017 hérna niður í Gufunesbæ. Ég var þar ásamt mörgum fleirum að því að við þekkjum, bara örstutt. Já. Þá var verið að úthluta landgæðum til kvikmyndafyrirtækis sem var ákveðin nýsköpun og annað slíkt, en það var verið að úthluta gæðum borgarbúa til þessa eina fyrirtækis. Við þekkjum þetta meira sér hér í hverfinu og víðar, þar sem var byggt kvikmyndaver upp í Fossaleyni fyrir þó nokkur síðan, ætlaði ekki verið í kringu 98-99 með styrkjum og það kvikmyndaver sem sagt var selt og það selur núna tómatsósu sem sagt mínútu eftir að þeir frestir sem þau höfðu var útrunnir. Þetta var rætt á þessum fundi niður í Gufunesbæ. Hjálmar Sveinsson var þarna og margir fleiri og það var kynnt ákveðið skipulag sem til á pappirum frá Reykjavíkurborg, ég á til og það hægt að finna þann á vefsíðu Reykjavíkurborgar. Og það var tekið nokkur loforð sem við fundargestir fengum frá Hjálmari og þeim sem þarna voru og það var til dæmis það að byggingmagn ekki aukið sem sagt án verulegra kynninga fram með það sem var kynnt á. Það algjörlega látið vera brautastæði Sundabrautar þangað til að lægi fyrir endanlega hennar. Og þegar við komið með öllum ráðum í veg fyrir lóðabrask með þessa lóði sem þarna eru. Núna hefur það gerst að það var lægt inn án þess meira sé að ég vissi það og þegar var nú allt uppi hér í hverfi að það búið að stórauka byggingumagni þarna og það var gerst, skilst mér á kosningadaginn vorið 2018. Það verið að grafa það upp núna, ég bara því miður vissi það ekki. Það verið að byggja núna á grafa og gera í brautastæði Sundabrautar og utan við það líka, utan skipulagssvæðis. Og sumar lóðirnar þarna hafa skipt eigendur nokkrum sinnum á þessum tíma og það búið úthluta 9 lóðum bara úrfara sig til ákveðina fyrirtækja. Þannig ég held að það veri full ástæða til þess að þegar Auski kemur á næsta fund sem við þurfum að
að við fáum kynningu á þessu og meira að segja ég er svo grófur, ég myndi helst vilja fara fram á framkvæmdir þetta eru stöðvar. Því að ég get ekki farið að byggja við húsið mitt hér án þess að biðja leyfi og vera með, sem sagt, fara eftir lögum og reglum. Ég er í stöðvaður. Þá legg ég bara til að því við þurfum, þú mátt koma með önnur mál en við þurfum alltaf að fresta þetta til næsta fundur að bara næsta fundi tökum við þetta upp og reynum þá að safna einhverju upplýsingum og fá kannski mögulega kynningu eða alltaf fá upplýsingar varðandi málið á næsta fundi. Varðandi næsta fund þá eigum við fastan tíma í fyrsta miðvikudegi í hvers mánaðar. Ég tel ætla bara að leggja fram eða það myndi henta okkur best ef maður væri festar viku af því þá getum við líka tekið fyrir umsóknir í Sumarborgi á sama tíma heldur en að vera í fund eftir fund eftir fund. Þetta getur tekið einn fund aðeins einni viku seinna í júní. Er það ekki bara ágætt? Ok, Sammála. Já, þá ætla ég að klára að setja saman fundagerðina og síðan þarf ég að lesa hana upp, er það ekki? Nei, ég sendi hana bara til þeirra og þau bara samþykkja hana. Ok. Ég þarf bara að fá senda bókanirnar. Já. Ég er með hana tilbúna, ég er bara eftir að setja þess að... Ok, ég hef komið með allar bókanir og senda þér frá þeim. Þá eru þau bara þannig fyrir laus fyrir utan að... Hvað er þetta úr e-mailið þér? Það er Anna. Kristín. Senda. Þetta er innbókun. Það er ekki ákvæmt. Það er leiðilegt með því. Já, þá ætlum við að klára allavega útsendinguna frá þessum fundi og ég ætla bara að þakka þeim sem voru að horfa á fundinn úr streyminu og allar þær spurningar sem komið fram og ég vona að þetta hafi verið svarað allavega spurningum einhverja foreldra eða hvernig staða málsins væri og varðandi grunnskóla í norðanverðu Grafavogi. Bara takk fyrir og vonandi fáum við fleiri spurningar í næstu fundum til framtíðar.